Þið þekki mig vonandi vonandi segi ég var nú þegar lengi með Náttúrustofu Suðurlands og svo héðan upp á land og nú hjá Jarðvísindastofnun Háskóla Íslands. Og ég og Þorvaldur störfum mjög náið saman bæði að rannsóknum á eldflaugum og hvað þau í rauninni að gera og líka við náttúrulega að nýta þessar niðurstöður sem við njótum þessu til þess að reyna að meta hvað eldgos geti gert í framtíðinni. Og þar kemur Páli inn í þeirra hóp, þetta voru stór og mikill hópur. Hún hefur verið að vinna með okkur núna í 2-3 ár og að því að við erum að tengja þetta þá saman inn í almannavarnir og inn í það að segja öðrum hvernig eldflaugin haga sér, svo menn séu bara viðbúin í næstu ekki með eldgos. Það er alltaf betra að vita hverju maður vona á heldur en vita ekki. Ég ætla að tala hér aðeins eðli Kötlugosa og hluta til sjáum við kannski eitthvað af því sem við höfum séð Þorvaldi. Hér sjáum við, ég ætla að tala aðeins gosmökkinn í Kötlu og hér sjáum við gosmökk í Grímsvötnum 2011 og þetta gott veður þegar gos byrjar og þetta ekki sagasögð svo að ef það gott veður og búið að vera lengi þá var náttúrulega vona blómaskopum. Það er bundið í okkur Íslendingum. En það sem við erum að skoða svolítið í Kötlu eru þessi miklu sprengjugos, þessi stóru gosmekkir sem dreifa ösku yfir allt Ísland og síðan jafnvel yfir Evrópu líka. Kalla á það sameiginlegt með þessum Grímsvötnum að þetta eru basískar eldstöðvar, segjum við, það er meira eldstöð basísk, Þorvaldur nefndi ríólít. Ef það er ríólít þá eru yfirleitt eldgosin meira sprengjuvið. Ef það eru basísk þá eigum við frekar von á hraunum heldur en sprengjuvið. En basískar eldstöðvar, það eiga það til að hafa ofboðslega gasi í sér. Og gasi, þegar ég segi gasi, þá erum við að tala fyrst og fremst vatn og CO2. Og vatn, við mögum ekki gleyma því að við erum bláa plánetan. Bláa plánetan náttúrulega út af vatninu. Við erum til út af vatni, við erum búin til úr vatni, við erum minna. Það er vatn út allt og það er fullt af vatni inn í jörðinni. Þetta vatn, langt inn í jörðinni, þá er þetta í upplösning kvikunni, svipað í sótavatninu hjá ykkur, kókinu, maður ristir kóki vel og tekur tarfan snöggt af, þá fær maður eldgos eða kókos. Það er alveg það sama sem að gerast inn í jörðinni. Og þessar basísku kvikur inn í svona oftast nær eiga þær sem búa bara til hraun. En til nokkrum tilvikum, það nokkrar eldstöðvar erlendis sem haga sér eins og við erum með þessar 2 eldstöðvar, þessar Kötlu og Grímsvötn, sem eiga til að haga sér svona að það er komið með basalt, en basalt er ofboðslega sprengjuvið. Við héldum lengi vel að þetta væri vegna þess að jökulsarnir í kring, að það er utanaðkomandi vatn sem kemst að og fleira. Þorvaldur sýndi ykkur áðan dreifingur á brennisteinum sem segir okkur að það er ekki að utanaðkomandi vatni, það kemst ekki í alla kvikuna. Það segir okkur þá það að kvikan, af því hún svo mikið af vatni og koldíoxíði, þá hún sprengjuvið. Og hvort sem jökull væri þetta ekki, þá myndi verða sprengjuvið. Eins og við sáum í Glerárni og Þorvaldi hvað varðar eldgos. Nú sem vatnið og CO2, þetta er mjög mikilvægt en trikkið við þau að þetta þegar það losnar kvikunni þá verður það bara gasi, þá verður það bara lofttegund. Og þau breytast í andrúmsloftið okkar og andrúmsloftið okkar til út af því að eldflaugin er búin að ægla fullt af þessum efnum út í andrúmsloftið. Og þá trikkið fyrir okkur vísindamennina að finna út hvernig mælum við hvað mikið af þessu þegar við tökum þessu hvort við erum minna. Ein leiðin sem að skoða ösku. Og þegar við skoðum ösku, hér dæmigerður gosmökkusettur. Hvað gerist í gosmökki í sprengjugosi? Við erum búin að tala það er vatn og CO2, það er þessi gös þarna. Þau verða sleppt út, og þau losna út úr kvikunni, þá koma þau í sjóðheitt umhverfi og þau bara þenjast út. Og það er það sem útskýrir allan sprengikraftinn og öll þessi læti í eldgosum. Það eru þessi gös sem að sleppa. Undir öllum eðlum kringumstæðum, þá er þetta efni sem að koma upp í eldfjallinu svo þung að það á ekki að geta komist upp í andrúmsloftið. Það er engin séns, tekið sand. Sandur miklu þyngri heldur en andrúmsloftið allt saman, en þetta á ekki að komast upp. En trikkið þessi heitu gös sem sprengja kvikuna, búa til svona kviku með fullt af loftbólum í og fleira og svo dregur, þegar gosmökkurinn kemur upp í andrúmsloftið, þá dregur hann inn til sín heilmikið af andrúmsloftinu sjálf.
sem kalt, kemur inn í heita mökkinn, þenst út og þá verður blandan af gasinu, plús öskunni, léttara heldur andrúmsloftið og þá rís mökkurinn upp. En þetta alltaf ofboðslega viðkvæmt ferli og það þarf ekki mikið til þess að askan geti ekki risið og þá dettur hún niður og þá myndur hún svona gjóskuflóð, þá rótur myndist á þetta sólheimalegið. Við vitum það, sem þetta gjóskuflóð eiga bara undantekningu stað í tengslu við svona gosmengi. Og því að við sjáum það hérna, það þriðja grafið hérna til hægra á myndinni, þar erum við að sýna sem mismunun á eðlisþyngd andrúmsloftsins og gosmekkarins. Og það bara í smá tíma sem gosmökkurinn verður léttar en andrúmsloftið, þá getur hann risið upp. Svo nær hann jafnvægi og þá myndar hann kúfinn þarna eftir ekki, eins og við komum til að sjá hér á nokkrum myndunum. Myndar hann kúfinn og þá byrjar hann að dreifast. Og þetta náttúrulega mjög mikilvægt því að þetta getur haft mikil áhrif, sérstaklega í Kötluvíkurgöngum. Getur haft mikil áhrif í að búa til hlaupvatni sem við fáum í Kötlu. Nú við vitum að basísk eldgos geta gert þetta. Fyrsta vitni sem við sáum Hekla 2000, þá var ég hér starfandi við náttúrustofuna og við fórum í að skoða ummerki eftir gosið 2000 og hér sést sem sagt öskuflóð sem kemur þarna niður úr hlíðum Heklu 2000 og þarna basískar kvikur að ræða. Þannig að það er alveg klárt í stórum gosmökkum sem rísa með 10 km þá getum við búið til gjóskuflóð. Hinn myndin frá Nýju Gínju og ég tek hana það sérstaklega því að þetta frá eldgosi 1960. Ég bara búin að leita að eldgosum frá 1960 með lengi því að þá fættist ég. Ég bara fundi jarðskjálfta í fyrsta eldgosi. En auðvitað á að vera fullstæði. Og þá rátt að búin að sína ykkur örvamyndina, við vitum þetta náttúrulega. Katla, hún að gjósa þarna einu sinni 2 ára öld og dreifir yfir allt Ísland á 500 ára fresti, alltaf með þessa miklu sprengivirkni. Og við vitum að vatnið í jöklinum ekki nóg til úrstýra þessi sprengivirkni. Nú erum við að skoða hér, við erum búin að skoða sérstaklega 1625 og 1755 og svo fjöldum við aðeins 1918 líka. Nú 1918, hvað vitum við gosmökkinn 1918? Því miður mjög lítið. Allar þessar fallegu myndir sem eru hérna, eini gallinn þessar myndir að þær eru ekki dagsettar. Þannig við vitum ekki hvenær í eldgosum myndirnar snekka. Það náttúrulega mjög mikilvægt og sem segir ykkur það náttúrulega að þið eru ykkur staðar og þetta eldgos. Það var að muna eftir því á myndarinni sé líka dagsetning sett inn á myndinni og helst tími líka þannig að því að þá verður upplýsingar mjög mikilvægt. En gosmökkinn 1918 vitum við að Svanþór Edgeirsson, skrautskrifari, hann fór út og mældi, fór upp á skólaráð og mældi gosmökkinn á Reykjavík og þetta gera hann öðrum með 3. degi og hann kemst að því með einfaldri kornamælingu að gosmökkurinn stað 13 til 14 km. Hér í Eyjum að þú kemur seinna í dagblaðinu Fram, koma fréttir frá Eyjum, þar sem sagt að einhver í Eyjum fór út og mældi með 16 gosmökkinn og mældi í 90.000 fetum. Það gerir cirka 27 km. Við erum farin að verða með virkilega alvarlega gosmekki og þess vegna náttúrulega mjög mikilvægt að þið ykkar sem eigið ömmur og öfur sem áttu, ömmur eða afa sem áttu myndavélar, voru hér á þessu tíma, fara í dóðræðu og reyna að gá hvort að sé einhverjar myndir að það. Það vil svo til að það gott veður í Eyjum þennan dag á byrjunargosinu því að þetta er mjög mikilvægt að fá þessar upplýsingar. Þarna 27 km. Nú hér mynd eftir Gísla J. Jónsson hérna sem gefur okkur til kynna. Við vitum náttúrulega ekki hvernig myndin er ekki. Sé hún tekin á fyrsta degi að þá gosmökkurinn hans mynd ekki nema í þetta 13-14 eins og samanlega. En hafði hann verið 27 km, gosmökkurinn í Grímsvötn 2011, þá fór upp í 23 km í byrjun. Þannig að það er alveg vel mögulegt að hér gosmökkurinn hafi farið upp í 27 km. En það er tveimur mikilvægar upplýsingaprófur sem eiga við eldgosið vegna þess að til þess að koma gosmekki svona hátt upp, þá getur ekki verið utanaðkomandi vatnsskilyrði. Þá verða þetta að vera innri gösin því að gosmökkurinn efnin verða að vera svo heit líkt að kyrta. Ef það er utanaðkomandi vatn sem kemst inn, þá kælir veginn strax og gosmökkurinn kemst aldrei nefn í 10-14 km. Þannig að þetta er mjög mikilvægt og bara endilega að leita hérna. Ég las einhvers staðar í þessu, þá var sagt að í björgunarskipinu Geir hefði verið tekið mynd af gosmökknum á fyrsta degi. Ég veit ekkert hvað svo mynd náttúrulega, þannig að það verður gaman að ef einhvern myndi finna það. Já, en við ætlum að kíkja eins betur á þetta. Nú þegar við ætlum að skoða aftur á bak, eins og við Þorvaldur erum að gera,
þá þurfum við, þetta einhver eldgos sem að, jú, það kannski hugsanlega til einhverja lýsingar eða bara alls engar. Og þá verðum við að fara út í mörkina og finna öskuliðin eins og við erum að gera hér. Hérna Guðrún Larsina, annars vegar boginn yfir svokölluðum nálarlögum frá Kötlu og hitt Jóhanna Smith sem var hérna nefnandi hjá okkur sem eldast við 1755 og 1625. Og það sem gert að fara út í mörkina, við finnum hvað lögin eru, við vitum hvað lög þetta eru, síðan með þeim safna millimetri fyrir millimetri frá botnum. Það segir okkur hvað gerðist í gosum. Við getum ekki tekið allt lagið, þá erum við bara frá meðaltali yfir allan tíman. Við tökum millimetri og þá getum við, ef við höfum eitthvað lýsingar með, þá getum við jafnvel fengið bara klukkutíma hvað það gerist í gosum. Þá vitum við það nákvæmlega. Og annað sem við gerum, við skoðum kornin, hér er rafeindasmásarmynd, við erum að skoða kornin, hvernig líta kornin út og kornin, þau líta út svolítið eftir því gasinu sjálfu. Við sjáum myndinni til hægri, þar sjáum við þetta eru blöðmur veggir eftir þessi eldfjallatöð sem eru losnum kring. Og þetta mjög mikilvægt sem við geta mælt kornin, hvernig við líta út. Við getum heimfært það upp á það sem að gerast í eldgosinu sjálfu. Hér eru með myndir frá 1755 hérna vinstra megin og 1625 hægra megin og hér erum við búin að fara í gegnum jarðveginn alveg öskuleginn millimetri fyrir millimetri og þá sjáum við að kornin þau breytast og við vitum að við getum heimfært þetta upp á hversu mikið kvik er hérna utanaðkomandi vatn að koma inn og hversu lítið og það segir okkur líka svolítið það hvað er að gerast í eldgosum. Svarta strikinn neðst Fimmvörðuháls sem var algjörlega vatnslaus. Í miðjunni er Grímsvötn 2011 og efst eldgos þar sem bara allt fullt af utanaðkomandi. Og við sjáum þegar við mælum svona millimetri fyrir millimetri að línan hún að færist upp og niður. Það er að segja, við sjáum hvenær lítið vatn kemst að kvikunni og við sjáum hvenær mikið vatn kemst að. Þetta hjálpar okkur mikið við það að reyna að skilja hvað er að gerast í eldgosum. Við getum farið ennþá lengra, hér skoðum við um 36.000 kopp og síðan setjum við upp á svona graf og þá sjáum við líka þetta hvenær kvikan sér ekkert utanaðkomandi vatn og hvenær hún sér fullt af utanaðkomandi vatn. Og þetta fer svolítið saman við það þegar ef við sjáum meira af utanaðkomandi vatni þá er gosmökkurinn lægri, ef það er lítið utanaðkomandi vatni þá er gosmökkurinn hærri. Nú við á 1755 höfum við lýsingar af steinum sem voru að hrynja í sólheimagjálfum og þar í kring og þessir steinar, þeir eru það stórir að ef við berum það saman með módel sem við höfum gert hvernig svona gosmökkir rísa þá gefur þetta til kynna að þegar gosmökkurinn var hæstur 1755 hafi hann verið einhvers staðar á bilinu 25–30 km á. Þetta segir ekki að hann sé það stöðugt yfir gostíman heldur einhvern tíman ríkur hann upp og svo dottið niður. Þetta eru mjög mikilvægar upplýsingar því að þetta segir okkur hvað mikið kvika kemur út úr eldfjallinu. Það skiptir eiginlega mestu máli. Hér sjáum við graf sem að tengir gosmarkarhæð við hversu mikið efni kemur út úr eldfjallinu á hverja tímaeiningu. Rauði punkturinn er Holurhraun 2014-15 og það er bara hraungos í grunninn, fallegt og flott hraungos. Við sjáum það mjög neðarlega en svo þegar við stígum upp ásinn þá sjáum við að krafturinn í eldgosinu allar aukast. Þess vegna er svo mikilvægt að fá þessar upplýsingar og eins og Katla-Lítihaldar átján er þarna 27 km í byrjun á einhverjum tímapunkti þá er þetta gríðarlega mikið af efni sem við erum að keyra út úr eldfjallinu. Við erum að keyra hátt í 200 milljón rúmmetra á sekundu sem er bara svakalegt magn af kviku sem við erum að keyra upp úr eldfjallinu og fyrir vikið fáum alltaf miklu stærra öskugos og allt það. En gosmekkir, þessi sem vorum að tala áðan og þetta þessi viðkvæmni þeirra vegna eðlisþyngdarinnar, ef við röskum eðlisþyngdina þess, þá getur gosmekkir risið og þá dettur það saman. Þá fáum við gjóskuflóðin. Og það er alveg klárt að þetta hlýtur að hafa gerst. Við sjáum hér, heyrum í samtíma lýsingum frá Kötlu fyrir 1755 til dæmis, þá segir mökksins hæð var ógnarlega mikil og til að sjá, hann hrapaði ofan í gjánna aftur. Hvað er maðurinn að segja? Hann er að horfa á gosmökk rísa og stóran og bókan gosmökk og svo allt í mjög hrapar gosmökkur ofan í gjánna aftur. Hann er að horfa á gjóskuflóðin myndar. Og
þetta mjög mikilvægar upplýsingar vegna þess að gjóskuflóð sem fer út á jökul bræðir miklu hraðar en eldgos undir jökli. Þess að við vitum, ef við skoðum bara varmaskipti á kviku og vatns og allt það, þá sjáum við að til þess að geta búið til Kötluhlaug, svona stór og vatnsmikil Kötluhlaug, þá verðum við í rauninni að nálgast næstum því 100% varmaskipti á milli kvikunar og íssins. Þetta bara næstum því ómögulegt 2-3 klukkur. Þetta ekki bara næstum því, þetta ómögulegt. Ef við miðum við þennan tíma sem við höfum, teljum okkur hafa 2-3 klukkutíma sem þessu þetta var í gamla daga, með mælitæknin sem við höfum núna, þá þetta verið lengur. Á svona stuttum tíma getum við ekki búið svona mikið vatnsmagn. Það bara ekki hægt. En gjóskuflóðin sjálf, þau geta þetta. Við þekkjum þetta, við höfum 2 dæmi, Nevot og Dennis 1985, sem að deyddi næstu 30.000 manns, lítið gjóskuflóð út á jökul, bjó til hlaug sem var einhver 48.000 rúmmetrar á sekúndu. Það er bara með stærri jökulhlaupum sem til gríðarlega stórt en bara gjóskuflóðið sem bjóða til. Redoubt, eldfjalli í Alaska, gerir þetta iðurlega með fallegri jökul og allt saman og þar gosmögnur 12-20 kilometrar og þar vitum við að jökulhlaupin sem það býr til frá 10-100.000 rúmmetrar á sekúndu. Við reiknum með að Kötluhlaupin verði 200-300.000 rúmmetrar á sekúndu. Það er gríðarlega mikið vatnsmagn sem við erum að koma með niður og út í sjó á stuttum tíma og vatnið náttúrulega blandað af ösku og öllu saman. Og þetta eiginlega bendur okkur á það að sem bæði þessar lýsingar háir gosmöskir sem við erum með háa gosmösk og allt það, þá líklegra að við fáum kröftugri jökulhlaup heldur en þetta. Jökulhlaupin sjálf, þetta sem greiningin hvað þau hafa komið, við vitum þau hafa komið hérna niður Remströndar, þau flest á sögulegum tíma hafa farið út á Mýrdalsand og svo hafa þau komið út úr Sólmýri. Og þessi jökulhlaup þau koma úr, þetta er ekkert eins og vatn og þau sem sáu jökulhlaupin 96 í Grímsvötnum, að þau eru ekki einu sinni lík þeim. Þau jökulhlaup koma þá, þau eru miklu vatnsríkari heldur nokkuð tíma þessi jökulhlaup. Lýsingar af þessum jökulhlaupum, þeir sem hafa séð, þeir lýstu því þannig að jakkarnir þeir bara skoppuð ofan á vatni. Hvernig geta þeir skoppað ofan á vatni? Það er vegna þess að eðlisþyngdin, það er komið svo mikið af dóti inn í vatnið, það er svo þungt, þannig að klakarnir þeir eru bara svo kortapar ofan á vatni. Nú, hér, það er búið að greina sem hlaupleiðir og tíma frá því að hlaup fer og hvernig það kemur niður í sjó og fleira. Og við drögum þetta upp, því að við teljum að þetta sé svolítið mikilvægt fyrir Vestmannaeyjar, því að vatnið, þetta hlaupvatn, eða vökvinn sem að koma, mjög þungur, ræðst á sjóinn og ryður sjónum í burtu. Og þegar eitthvað ryður sjónum í burtu, því að sjónum er svo risalega stór, að hann lætur ekki að reykja sig og hann þarf alltaf að koma aftur. Og þegar hann kemur aftur, þá býr hann til flóðbylgju, sem að menn hafa verið að ræða um. Við vitum að í Vestmannaeyjum kom hérna Kötluhlaupin 1918, við vitum að 1721 var gríðarlega stór flóðbylgja hérna í sjónum, skemmdi helling hérna í Vestmannaeyjum og skemmdi alla leið til Grindavíkur. Þetta er klárt, þetta er skráð og allt saman og þegar við fórum að skoða gosin 1918, þá var Steggi sem talaði mikil í höfninni sem fylgdi þessu hlaupi og nú er ég búinn að liggja við fleiri dagblöðum, þetta er allt komið á netið og svo þetta er flett upp í þessu. Í Vísir talar það að hér í Vestmannaeyjum hafi Skaftfellingur og vélbáturinn Haraldur verið í höfninni og þeir hefðu báðir skemmst. En ekki þannig að þeir hefðu sokkið að þeir urðu báðir fyrir skemmdum í þessu flóði. Nú hér sjáum við hlaupin 1918 og punktalínan neðst á kortinu hvað ströndin stækkaði. Þetta er að segja efni sem kemur með flóðinu, það bara ryður sjónum frá og þetta er sjórinn sem við erum að ýta í burtu. Og þetta er sjórinn sem býr til flóðbylgju. Flóðbylgju í Eyjum, við erum nú erum við að vinna í því að fá þetta hérna mótilerað og allt það og vonandi fáum við líka hugsaðlega ef ég og Páli eru dugleg þá fáum við kannski hérna svokallaða tsunami-baug hérna úti líka sem að myndir segja okkur þegar að flóð kemur þá hringir hún hér í og þá vita menn að því að flóðin er orðin til og þá fá menn kannski einhver 20 mínútur, hálftíma, klukkutíma viðvörun til að koma sér að hafnarsvæðinu og hérna
áður að flóðbylgjan kemur inn. En við svona hraðir útreikningar, þeir gefa til kynna að þetta sé kannski einhverja 20 til, þetta veit ég vera klukkstundir, 20 til 40 mínútur frá því að flóðbylgjan myndast og þetta kemur til smá villaði við texta. Og hvað getur hún gert í Vestmannaeyjum? Þegar við skoðum svona það, þá skoðum við lágmark og hámark. Það bara svona regla. Lágmarki, þá það dökkgræni reiturinn sem þetta og lágmarksreiturinn, hann í rauninni bara við hafnarkantana, hann getur sullað upp á, ef það hásjávað, þá getur skip lagst upp á hafnarkantinn og svona myndi þá ekki hafa nein áhrif nema í höfninu sjálfri og á hafnarkantinn. Ef að bylgjan fer að stækka og við erum þarna með flóðbylgju sem verður stærri, það minni en 1, svo það 1 til 2, 2 til 3 og, nei, 1 til 3, 2 til 5 og 5 til 7. Og sem 7, ef það verður 7 metra flóðbylgja þá er þessi rauði, þá er náttúrulega miklu stærra svæði uppi, ef það eru 3 til 5, það er þessi guli og svo 2 til 5 er þessi ljósgræni. Og við skoðum þetta aðeins nánar hérna inn á hafnarsvæðið og sjá það betur. Og hér er bara verið að gera greiningu hvað er svo minnsta flóðbylgja og hámarksflóðbylgja. Og af því þegar maður gerir svona greiningu, þá er það bara að læra. Hvað ætlum við að gera? Ok, við vitum að það kemur mjög líklega flóðbylgja, hún gæti verið minni en 1 metri, hún gæti líka verið stærri. Og þá þurfa menn bara út frá svona greiningu, þá þurfa menn að ákveða, ok, ætlum við að taka fólk af svæðinu, við fáum tilkynningu það þessi komið hlaupugos, hlaup á leiðinni og allt þá við vitum að hlaupur gerir þetta í sjónum og skapar eitthvað flóðbylgju. Hvað ætlum við að gera? Ætlum við að meta það að allir hefur bara verið niður frá að taka myndir þegar við kemur inn í höfninu og svoleiðis, eða hefur við að fólkum að færa sig kannski aðeins upp á hlaupugaldinn og vera á aðeins hærri svæðum, stílið. Og svo þurfa menn að ákveða, ok, er rauðasvæðið ásættanlegt, ef við segjum 7 metrar, er það ásættanlegt að miða við það, ætlum að miða við meira eða minna, hvar við byggjum fólkum að færa sig bara í aðeins meira öryggi. Þetta er náttúrulega gert um allar heim þar sem menn eiga von á flóðbylgjum og síðan búa menn þá til einhver áætlun sem að segja hvenær við eigum að vara við og fleira og menn vonast náttúrulega hér geta vara við en ekkert er náttúrulega öruggt í þessum máli. Sjá við aðalhafnarsvæðið aðeins nánar, það er sami sömu litaskæling, það er rautt með 57 og nú eru húsin náttúrulega hærri, hér húsin eru ekki settir inn með hæðarskala inn í þessa mynd, þannig að húsin standa upp og þetta þýðir í raun að kjallarar í húsum og fyrstu hæðir í húsum verða umbótnar vatni en mann kannski ekki alveg upp á hæstu þörf. En auðvitað þið að séð myndir af svona flóðbylgjum og þær eru náttúrulega mjög kröftugar og þær geta skemmt náttúrulega hér úr. Og síðasta flóðbylgjan sem var í Indónesíu sem að þeir eiginlega kölluðu af viðvöruna því að hún var bara 1 meter, sem tæpur meter út á tsunami-bauginni en hún kom inn í fjörð eins og Vestmannaeyjar eru og þar magnaðist hún þar sem hún kom upp í 7 metra sem var ansi stór. Þannig að þetta er eitthvað sem að við Páli og Þorvaldur erum að skoða sem reyna að finna út. Flóðbylgjuhættan er hérna, við vitum það, við vitum að það eru sögulegar heimildir flóðbylgju hérna og það sem er náttúrulega skiptir mestu máli er náttúrulega að það var flóðbylgja hérna 1980, hún var ekkert stór, hún var ekkert. Aðeins öskufall, við höfum svona greint þetta er graf sem sýnir mest sem þetta líkur á gjóskufalli og í tengslum við Kötlu hér í Vestmannaeyjum þá er nokkuð ljóst það sem grafið til vinstri sem það sýnir og það er 1 kílófermeter, 10 kílófermeter og við sjáum þarna að 1 kílófermeter, líkindareikningin sýnir okkur það að það eru líkur á því aska komið. Þannig við þurfum alltaf að vera við því búin líka í Kötlugossi. Það kemur sjálfsagt dagur, 2, 3, hvað gossið lengi, að koma sjálfsagt dagar þar sem aska kemur hér yfir og þá þurfum við alltaf líka að vera viðbúin að bregðast við því með náttúrulega alliskrímur og verja húsin, er það ekki gott fyrir veiturnar, er ekki alltaf að kyndi í botn þegar það gerist. Það var húsin sem er sjóðheit, þannig að myndast yfirþrýstingurinn í húsinu og með frá flöskunni. Já, hér er aðeins skoðum meira, hér er skoðum þetta aðeins lengra, skoða hvernig askan dreifist og þetta er Katla og Hekla sem eru búin saman hérna.
og raunar Askja líka og við sjáum að sjálfsögði næsta Kötlugosi þá sendum við aftur kveðju til Evrópu og minnum á okkur sko. Þannig að það er mesta örugt að við komst ekki hjá því að þeir í Evrópu komst ekki hjá því. Meginniðurstöður þessu Kötlugos þau geta myndað mjög háa gosmekki og það að mynda mjög háa gosmekki það er eðli kveikurinn sjálfur að gera það. Háir gosmekki þeir óstöðugir og það að þeir óstöðugir þá geta það saman með gjóskuslóð þá er þeir fljótir að bræða miklu hraðar jöklar og þannig heldur hins veginn. Sem þegar hann kemur upp úr jöklinum þá náttúrulega svolítið kuldi í kringum hann sem getur gert það að verkum að hann verður líklegur til að falla saman í Kringlugos þannig að það líður upp úr ágosið þeir eru búin að ná sér strik og það er hugsanlega það megin ástæðan fyrir að öll þessi jökulhlaup eru svona svakalega stór og mikið í Kötlu. Já, og auðvitað þegar flóðið kemur í sjóinn þá myndast flóðbylgja því að þetta er ekki vatn, þetta er ekki sem vatn eða eldstingir eins, þetta er vökvi sem kannski komum nær með eldstingir 2, þannig að hann riður bara sjónum í burtu og sjónið þarf að koma aftur og þá myndum við flóðbylgjuna. Það er annar möguleiki líka að því að vatnið er svo þungt þá rennur það eftir, þessi bland er svo þungt þannig að hún rennur á hafsbotni, svo steypist hún af hérna ofan í djúpið fyrir framan Mýrdalssand og þá hugsanlega getur hún nagað brot úr landgrunnsbrúninni og ef það gerist þá er það klárt að flóðbylgjan verða miklu stærri. En við skulum bara vona að það sé bara þessi flóðbylgja sem fylgir því þegar að hlaupvatnið kemur út í sjó því að hún myndi örugglega verða eitthvað sem við getum allavega ráðið við hana við getum alltaf komið okkur upp á herri kann. En alveg klárt held ég að til hér í Eyjafirði þurfum eins og flestar aðrar hafnarbyggðir í eldfjallalöndum þá þurfa menn alltaf að vita af því að ef það er eitthvað svona flóðbylgju kennt á leðinni þá borgar sér ekki verið niður á þá reynum maður að fara eitthvað ofar í sveðinu. Takk fyrir. Hvað sjá með fyrir sig varðandi Kötlugos næsta þorpið sem hvernig hann kemur? Eru það alls konar, hún minnir á sem reglum millibili, er ekkert í því sem að gefur okkur neitt útbóð og þessi langt eða skamt? Já, þetta hvenær hún kemur örugglega það við höfum bara skammtíma mælingar til þess að gera það. Hvenær hún kemur klárlega er styttra í hana núna heldur en mann 1980. Það eru svo sem ýmis ummerki, það er farið að heitna í öskjunni. Annað sem við sjáum eftir Eyjafjallajökulsgosinu, þá færðust allir skjálftar inn í öskjunni. Hættir þeir voru vestan í öskjunni, nú eru þeir allir komnir inn í öskjunni. Hvað þýðir þetta? Kemur þetta á 2, 3, 4, 5 og 10 ár? Það er svo erfiðara, en við eigum allavega þetta sagt, sko myndi ég halda með þeim mælitækjum sem við erum með, á ættur að þetta sé til Kötlugos núna með allavega 12 tíma fyrir. Ef það við gerum það ekki með 12 tíma fyrir, þá erum við rosalega óverð.